Góðan daginn, kæru vinir og við óskum ykkur velkomna á svæðið. Hvernig líður ykkur í dag? Mér líður vel. Af hverju líður mér svona vel? Helsta ástæða þess að ég þjóna lifandi Guði. Og þá líður manni bara vel af því að þjóna honum og veistu af hverju. Þá erum við nefnilega að gera það sem er rétt. Það er ekki gott að gera það sem er rétt. Ekki eru nú allir alltaf að gera alltaf rétt. En þegar við þjónum Guði, þá erum við í það minnsta þá að vinna rétt verk og góð verk. Og það er það sem við eigum að keppa eftir. Og þess vegna líka hvetjum okkur sjálf til að lifa í Drottni í dag, til að við gerum áfram þessi yndislegu og góðu verk. Góð verk skila sér alltaf í góðum ávexti. Þó ekki sé það kannski svona, kannski gerist ekki svona í kringum okkur þennan dagað hinn, svona þegar þetta framar er litið, sjáum við að þau voru nú býsna góð. Það er nefnilega að vanda það sem lengi á að standa. Þetta eru sannindi sem að allir vita og allir auðvitað vildu, en ger ekki alltaf það sem þarf til að þetta mögulega hugsanlega geti gerst. En það verður að fylgja með verk og framkvæmdir og fyrst og fremst vitund það að gott verk skili sér í góðum ávexti. Það er þannig sem við eigum að vinna. Og til þess að þetta sé nú svolítið vel undirbyggt hjá okkur, þá þurfum við að vita svo lítið hvað hefur gerst hér og þar. Af hverju? Af því við viljum ekki lengur ganga með bundi fyrir augun, ráðast í þetta verk, ráðast í hitt verkið, sem er allt í lagi með, og við gerum það svo sem. En það er ekki verra að skoða hvernig aðrir hafa gert þetta og meira hvernig fór það. Skulum segja að það hafi blómstrað, sem blómstrar nú kannski, ég veit ekki hvort það er meiri hlutin eða ekki, það er allavega einhvað sem blómstrar. Þá er að gera fyrir mig og þig og okkur að skoða það aðeins, býtu við, hvað gerðu þeir og þær og þetta fólk sem var til þess að þetta var svona blómlegt. Við erum að læra af hvoru öðru. Þannig það þarf enginn að vera með bundi fyrir augun á sér sem er að gera þetta og hitt. Hann getur kynnt sér söguna, hann getur kynnt sér málin og hann getur tekið upp það góða frá þess og hinnu. Það er hyggni. Það er þetta sem Drottinn vill segja við okkur. Þannig að þú sem ert að ráðast í stórvirki, kynntu þér hvernig þetta hefur verið gert, kynntu þér það sem verð fór og kynntu þér það sem betur fór. Af hverju fór miður hjá þessum en ekki öðrum? Ég held að það megi rekja það til grunnsins, uppbyggingarinnar á sínum tíma. Að hópurinn sem átti að vera með, var með í eldi og alveg bara brennandi. Hann var ekki þessi góði stólpi sem við þurfum á að halda. Og meðan fór að dett út, kom inn, dett út og svo framvegis. Og á endanum gerðist eitthvað, að því að menn voru ekki að standa sig alveg í stykkinu eins og tala var í upphafi, að þá kannski færðist þetta verkefnin meira og minna yfir á 1 og 2 manneskjur.
og hinir fara svo að tala að þeir séu bara skildir út undan. Kannski voru þeir skildir út undan, en ástæðan kannski að þeir voru ekkert lengur með. Af hverju ekki? Hver veit það? En þetta er eitt af því sem við þurfum að vita gera ráð fyrir og byggja einhvern veginn utanum að þó eitthvað svona gerist að það riðlíki skipulaginu. Er það ekki nefnilega þetta riðlaða skipulag sem verður til þess að eitthvað fellur og dettur? Við höfum söguna til að læra af. Ég er ekkert að finna upp neitt nýtt. Þetta hefur alltaf verið. Og hyggni mín segir, skoðaðu þetta hvernig þetta var gert og læruðu að því sem vel var gert og vertu þar. Og ráðið besta er Jesús. En hann segir, til þess að þetta gangi upp sem við vorum að tala hér þá segir hann alveg hræðilegan hlut. Deyið sjálfum ykkur. Sem sagt, leggið niður skoðanir ykkar á uppbyggingunni, hvernig á að gera þetta, á stoðunum, gerið þær samkvæmt mínu vilja, segir Drottinn, og svo afhendi ég ykkur þetta. En þeir megið alveg ráða kannski hvernig stólum er raðað upp og hvort sviðið sé til beintu af augum þegar þú kemur inn eða eitthvað starf annar staðar. Það er ekkert aðalatriði fyrir Drottinn. En grunnurinn er góður og það er allir möguleika til þess að þetta muni halda, en það mun alveg pottið hrikta í einhver staðar. Af hverju? Það verður alltaf þannig að einhver upplifir sig utan við þetta. Á einhverjum tímapunkti. Hver sem staðan er, nema aðilinn sem bara tekur hlutunum eins og þeir eru. Og vinnur út frá því sem hann er með í höndunum. Og hvað er hann með í höndunum? Reynslu sína, góð verk sín, og slíkur maður er ekkert að veltja því fyrir sér hvort hann sé utan við eða innan. Hann er bara með. Hann veit það. Að upplifa sig eitthvað annað en eru tilfinningar mínar sem að rugla svolítið í mér. Er það ekki vandinn? Og enn og aftur bendum við fingri á þennan. Þú fyrir þig og ég fyrir mig. Hann er vandinn. Hann á það til að vera í svona smá fílu, ekki? Hann á það alveg til að segja við svona, það bara gengur með manni. Þetta er allt sem maður hefur gert og nú þetta. Þetta er kjaftæði. Kemur heildarmyndin ekkert við. Þetta er bara glíma einstaklings hvers fyrir sig sem alltaf kemur upp og svo sest hann á það aftur og allt verður í lagi. Allt verður í lagi. Þannig líða áratugirnir. Ýmislegt gerst, hugur spunnið og unnið og dregið mynd sem var ekki rétt mynd og svo framvegis, þetta vitum við. Og þetta líka þurfum við að vita áður en af stað er farið. Ef þú ætlar að byggja eitthvað sem á að vara, þá gerir þetta svona. Þannig að það þarf ekkert að koma okkur neitt á óvart, það sem gert er. En hversu oft kemur það okkur ekki á óvart? Þessi, sveik mig á Vestastað. Þetta er ekkert annað en afsökun. Ekkert annað en afsökun. Og barnaskapur auðvitað. Stundum erum við bara óttaleg börn.
Það er allt í lagi með það. Það gerist að við erum manneskjur. Þess vegna þurfum við að vita ýmis skil á sumu, eins og vorum að tala um áðan. Við getum, ef við viljum, kynnt okkur hvernig aðrir hafa gert þetta. Það er bæði í það sem að hrundi og það sem stendur. Og við sjáum að það stendur að því að þetta var í grunninn vel gert. En það hrundi vegna þessi grunninn var það ekkit sérstaklega vel gert. Þannig að við erum á afsökunar líka þó að þetta gerist, að það hrynni hjá okkur. Við gátum farið aðra leið. Og þegar Kristur er komin inn, eins og vorum að tala um áðan, þá byrjar hann á því að segja við mig, Konráð, deyðu sjálfum þér. Og hvað merkir að deyja sjálfum þér? Engum og sérlega í það að ég dey hugmyndum mínum svo margt. Ég á ekki kirkjuna. Þú veist hver á kirkjuna. Ég er genginn inn til þjónustu við hann sem ræður. Og ég veit að hann ræður. Hvað er ég þá að þykjast ráða? Ég lít honum. Ég er á sama stað allir hinir. Ég lít honum. Tek upp hans vilja fyrir minn vilja. Þegar ég er að þjóna honum, þá skal skipulagi mitt vera svona. En það breytir ekki því, ég held áfram að vera ég. Og ég, segðu þetta með mér, hugsa margt, geri margt og framkvæmi sumt alveg frá grunni. Þannig það breytist ekkert. En þegar ég er í þjónustu hjá lifandi Guði, ég líti honum. Og þá er skipulagið ekki mitt, heldur hans. Alveg frá byrjun. Áratugum seinna horfir yfir farin veg. Það er ekkert nema blómlegar breiður, blóma, beð hér og hvar í fegur. Ekkert spól, uppspóla land eða brotið land eða hvernig sem er. Það er allt slétt og fellt eins og það hefur alltaf verið. Við gerðum þetta rétt. En sumir fari ekki þessa leið. Sumir eru með 1.000.001 hugmynd þegar þeir stofna til að mynda kirkju. Gera þetta og gera hitt, gera þetta og gera hitt. Og það er byrjað. Og svo byrja menn að heltast úr lestinni. Af því það tekur á og það er einstaklega spundið að halda úthaldi. Ef ég held ekki mín úthaldi, þá segi ég við þig, þú getur ekki gert það fyrir mig. Aftur beinast öll spjót að þessum. Upp á allt þetta að gera. Og ég hef séð, að minni reynslu, ég veit að þú er sömu reynslu, að þetta er óvinnandi vegur, nema því einu að ég geng með Guði í dag. Og hef gengið með honum á hverjum degi til dagsins í dag, en þessi dagur er núna. Gærdagurinn er liðinn. Ég þarf að sigra í þessum degi alveg eins og í öllum hinum dögunum undan. Og hvað ger ég? Sama og hefur haldið mér uppi. Ég lít honum sem ég segist þjóna og þjóna. Og ég er dáinn sjálfur mér þegar ég er í þjónustu hjá honum. Það er þannig sem við höldum velli, það er þannig sem við búum til blómleg starf. Kemur mér í raun og veru ekkert við nema að ég lít Guði og ég hlýði Guði. Það er allt málið. Og það er þarna sem við ættum að vilja vera og það er þarna
sem við mörg hver erum og þeir og þær eru sem að enn halda velli með blómlegt starf og blómlegt trúalíf. Ég þekki svona fólk. En ég þekki líka hina sem ég veit ekkert hvar eru í dag. En það segir ekki neitt það hvar fólkið er. Guð þekkir það. Og það er ekkert mitt áhyggjuefni að vera neitt að velta því fyrir mér og ég ger það heldur ekki. Ég reyni bara að halda sjálfu mér í lagi gagnvart lifandi Guði. Og geri það sem hann býður mér að gera vegna þess að ég þjóna þessu lifandi Guði. Og hann hefur séð og hann hefur annast mig og látið mig gera alls konar verk að því ég lít honum. Þess að byggingin er ennþá á þeim grunni sem hún hefur alltaf verið. Engir veikleika merki þar. Að því maður hefur sjálfan sig í lagi andspænist lifandi Guði og það er málið. Trúin mín er það sem að blífir. Trúin mín er það sem hann sér í þessum einstaklingi. Hvað með þig? Voru það verkin sem áttu alltaf að halda þér hjá Guði? Ég veit ekkert hvernig menn hugsa, en ef að sú hugsun er uppi þá segi ég, þetta er röng hugsun. Guð býður eitt hjarta þitt sem trúir á Jesús. Hann býður ekki neitt annað. Og þetta trúarhjarta getur hann notað. Af hverju? Af því hann veit að þetta trúarhjarta mun gera sinn vilja. Og hvað meira? Allt verður rétt gert. Minn hugur og minn vilji er ekki þarna. Með þessu, ég þigg bara frá honum. Og það stendur enn. Og Guð gefi að það standi á meðan þessi maður tórir. Hvað verður eftir það var það mig í raun ekkert um. En þetta getur verið bæni mín núna í dag og hefur verið reyndar allan tíð. Þegar Drottinn byggði góðan grunn og kendi mér leksíuna, þá veit ég hvernig best væri að gera þetta. Hann heitir Jesús. Jesús. Þannig að ég er ekki maðurinn, ég er ekki að gera neitt lítið úr fólki, en ég er ekki maðurinn sem sést á tveim stöðum í einu. Sumir virðast halda að það sé akkur í því, menn mega svo sem gera þetta eins og þau vilja. En hvað er Guð að biðja um? Vorum að tala um áðan, hjarta þitt. Hann vil fá að horfa á þetta yndislega trúahjarta þitt. Hvað sér hann þar? Jesús. Og þegar þetta trúahjarta fær að dreifa blóðið sínu trúarblóðinu allan líkamæðinn, hvað sér hann? Fram í hendurnar á þér. Góð verk. Og það er það sem við viljum, góð verk. Er heimurinn að bera fram góð verk? Heimurinn skiptir engu máli þarna. Og veistu af hverju? Heimurinn er fallinn. Heiminum verður ekkert bjargað. En Drottinn vill bjarga þér. Og hann hefur leið, Jesús, fyrir þig, rétt eins og mig. Þeir sem skilja þetta, með réttum hætti, fyllast óendanlegu þakklæti, því að þeir, þráttur allt, eru þessir menn sem eru hólpnir. Af hverju? Það er einum að þakka. Miskunn, kærleika og elsku lifandi Guðs til fólks. En heimurinn er fallinn. Við róum öllum árum að því að bjarga þessum heimi. Það er ekki rétt, en heimurinn er fallinn. Þannig að tilraunir okkar til að bjarga þessum heimi mun ekki takast.
Drottinn segir nýtt verður til. Ný himinn, ný jörð. Sama hvað við rembustum og reynum, gerist þetta og hitt fellur. Af því það er fallið. Drottinn er búinn að dæma það úr leik. Þetta eru nefnilega gleðifregnin í þessu öllu saman, að Jesús kom til að gefa mér von. Og ég hef von. Ég er ekki vonlaus í þessum heimi. Ertu vonlaus í þessum heimi? Ég er að segja það frá Jesús. Hann er með augasta á þér. Hann vill fá þig til sín. Hann vill að hjartaðið segi við þig, þú ert hólpin. Og svona talar ekkert nema trúar hjarta í einstaklingi. Drottinn sér þetta trúa hjarta. Sér myndina af syni sínum, Jesús, þar. Hann segir, þetta er mín manneskja. Og hvað gerist? Andavöru vonskunnar hörfa. Við erum að gera allt of mikið úr áhrifum andavöru vonskunnar á trúalífið okkar. Allt of mikið. Drottinn hefur sýnt mér það oftar en einu sinni að þetta býr allt í mér sjálfum. Ég þarf enga hjálp frá þeim til þess að ífa þetta allt upp. Það verður að gera allt of mikið úr andavörum vonskunnar en ég viðurkenni þær fyrstur manna að þær eru þarna. En Drottinn hefur sýnt mér ýmislegt í kringu það. Og það sem kemur alltaf upp í hugan þegar ég tala þetta er samskipti Guðs og Satans. Hefur veitt athygli þjónum mínum Jobb. Hvernig ætti ég að geta gert honum eitthvað þú vendar hann á bak og brjóst? Nákvæmlega. Vendar hann á bak og brjóst. Hann gat ekki gert honum. Þetta eru andaverur vonskunnar sem við erum að gera allt of mikið úr. Allt of mikið úr. Ég segi, þetta er afsökun fyrir því að gera ekki það sem þarf. Hvað þarf? Vinna í sér sjálfu. Koma skikki á það sem hefur aldrei verið skikk á. Þessar tilfinningar. En ég verðist að hryggja sjálfa mig og aðra á því að ég held að okkur endist ekki ævin til þess að reynsa til þar nema eitthvað lítilræði. Það er nú mín reynsla. Maður hefur unnið sigra á mörgu. En það bætist alltaf við þetta sýnist mér. Þannig að þetta er endalaust. En ég trúi á Jesús. Og ég mun áfram trú á hann. Ég er hólpin fyrir nafnið Jesús. Náð Drottinn sér yfir mínu lífi. Andaveru vonskunnar. Það hjúpur utan mitt líf, alveg eins og var í kringu Jobb. Hvernig hann geta gert honum einn, þú var hann á bak og brjóst. Með þeim hætti einhvern veginn talar hann við lifandi Guð. Sjálfur ódómurinn. En þá sýndi hann, eða reyndar er hann að sýna mér hvað gerist ef þessi lyft. Og þessa ógn sem hann er, ef hann fær einhverja leið að, já, til að mynda fólki. Við veitum hvernig fór. Það má segja að andaveru vonskunnar hafi komið inn í öllum sínum krafti. En ekki fyrir en Drottinn lyfti upp þessari vendar hlíf. Munum hvernig þetta er. Og þessi vendarlíf er utan þig.
Og ég er nokkuð viss hann kærir okkur, við veitum hann er klagandi okkur alla daga, við veitum það. En Drottinn segir, ég veit ekki hvað þú ert að tala. Hann sér blaðið og það er bara úrskrifað. Öll ákæraðurinn sem hann er með, þau eru ekki á blaðið hjá Drottni. Af hverju? Náð og miskunn er yfir. Þó henn standið þarna öskrandi með ákæraðurinn, kannski öllu rétt meira að segja, þá er hann ekki með neitt fyrir fram að sig, hreint blað. Að því fyrirgefning hjá Guði er fyrirgefning með stórum staf. Málið er dautt, það er ekki til. Þess vegna segir hann, ég veit ekkert hvað þú tala minn kæri. En hann gaf mynd af Jobb til að ég lærði hvernig þetta er. Þannig að andavöru vonskunnar eru vissilega til. En það þurfa að leyfi, eða Drottinn þarf að lyfta upp verndarhjúpnum til að þetta geti hvolfst yfir. Ég held að hann geri það ekki. Hann fær sjálfsagt marga beiðnir á dag það. En ég held að hann geri það ekki. Hittar bara til þess að sýna öllum hinum hvað er að vera. Þannig séð ég það. Og við veitum, þegar hann kom, ég segi þetta voru andavöru vonskunnar, hann rústaði öllu á augabragði minn kæri. Hann er hér til að stela, slátra og eyða. En hann verður að fá leyfi hjá Guði til þess hvað varðar hans fólk. Verndarhjúpur er yfir öllu hans fólki. Hann þyrfti þá að lyfta því upp. En ég held að hann geri það ekki. Hitt var bara til þess að kenna fólki hvað væri að vera. Til þess að einmitt að við vitum af því að við erum þetta verndaða fólk. Hvað er vernd? Ef andavöru vonskunnar eru okkur miklu, miklu meira heldur nokkun tímar vernd Guðs. Við sjáum að það vantar eitthvað inn í þetta hjá okkur. Og hvað vantar? Hvað vantar annað en skilning á því hvernig þetta er? Ég fekk þennan skilning þegar ég las eitt sinn þessa sögu Jobb. Og hún kemur til mín í hvert einasta skipti sem ég drepa á þetta atriði. Og ég trúi því að svona er þetta. En Guð hefur sýnt mér annað. Nú er komið að þessum. Allt sem býr í honum. Það gís upp við minnsta tilefni. Já, augun geta alveg hjálpa okkur við að ýfa upp. En þetta er í mér. Eyrun geta alveg hjálpa til við að ýfa upp. Þetta er í mér. Það hef ég fengið að sjá. Og þessu hef ég áttað mig. Þannig ég hef ekki afsökun fyrir því að gera ekkert í málinu. En ég er líklega eins og þú að ég er ekkert mjög duglegur við þetta. En þetta er leiðin. Og hver er hún? Gegnum bænina. Í gegnum ákvörðunum að takast á við þetta. Eitt í einu. Þannig vinna sigrarnir. Þannig koma sigrarnir, þeir koma með því að þú farið frið fyrir því. Það er mín reynsla. Eins og ég hef oft talað og sjálfsagt eru nú fleiri atriði hægt að nefna, að ég gat lengi vel ekki talað mín áfengisneyslu. Það er mér fannst ég er svo vondur maður. Það getur vel verið að þú sett með þetta ennþá. Það er rýningi á mig í dag. En í dag er þetta mér ekkert mál að tala þetta, en ég er ekkert alla daga að tala þetta. Ég tala nú reynda mjög lítið þetta. Og þegar ég tala það er það eingöngu til þess ef það mætti vera til þess að hjálpa öðrum. Það er nú það sem að Drottinn vill að við gerum, að við hjálpum öðrum með því sem við höfum reynt.
en þetta bjó í mér. Utan að komandi að vísu, en býr í mér. Hefur ekkert með þessa vernd að gera. Og eftir að ég var trúum manneskja, þá átti ég rosalega erfitt með að tjá mig um þetta. Það ekki fyrir en eftir 2000 sem að ég eiginlega opna á þetta og fæ frið fyrir þessu. Og einhverju hálfu ári seinna, þá hætti þetta að plaga mig. Og þetta bara partur af mínu lífi sem ég nota til þess að kenna kannski öðrum kenna öðrum hvað þeir geta gert úr því að ég gata, þá geta þeir það líka og þetta leiðin að leysingu. Þetta það sem ég hef lært í biblíufræðunum og að ganga með Kristi og margt annað. Við erum vernduð. Við verðum að átta okkur á því hvað vernd er. Við höfum myndin af Jobb. Það er vernd. Af því að það blómstraði allt hjá Jobb. Þangað til Drottinn lyfti upp þessu verndartjaldi, eins og ég sé það. Einhverjum mínútu seinna var þetta allt farið. Allt. Nú, ég þekkti það aðeins að afspurn, en nú hafa augu mín litið. Sem sagt, að vendin, þessi mikla vend og þessi mikla velgengni, hann þekkti Guð, en þó ekki með réttum hætti. Vissi ekki nákvæmlega hver hann er. Kannski þurfti hann að reyna þessa reynslu til að sjá hver Guð er og sjáiði af þessu hvað það er mikilvægt fyrir Guð að við þekkjum hann rétt. Við þekkjum hann rétt að því við reynum hann með þeim hætti í gegnum ykkur erfiðleika okkar. Við getum lent í mörgu án þess að eiga neitt þátt í því sjálf. En það er sjaldnast spurt að því. Hvað gerði Jobb til þess að ávinna sér þetta sem gerðist? Ekki neitt að sjá. Hann viðurkennir reyndar eftir á þegar hann er búinn að fá þetta allt tilbaka, margfalt, tvöfalt, að ég þekkti þið aðeins af afspurn. En nú hafa augu mín litið þig. Þarna sjáum við þetta mann sem á svo erfitt með að sjá sumt og þarf að ganga í gegnum hræðilega hluti til þess að sjá. Þetta er ennþá svona. Þetta er ennþá svona. Og sjáiði mikilvægi þess að reynslan, ég hef reynslu, þú hefur reynslu, að hún tjái sig. Segi frá. Því það er alltaf, fólk er alltaf á misjöfnum stöðum í trúnni. Það er synd ef reynslan þegir. Trúarreynslan þegir. Hún á að tala. Og oft talar hún svo sem. Og einhver að segja, eru það svona yfirleitt svona bestu kennslustundirnar og predikanirnar í kirkjunni. Ég er ekki að segja að það þurfa að vera í hverri predikun. Allavega annar vegið er gott að hafa þér. Því að þá erum við með sjálfu okkur á stað sem að svo margir þekkja. Hvort sem það er þessi staður að hinn. Einhverjir í salnum geta að ég var nú þarna. Ég veit að þetta er rétt. Svona byggjum við upp trúar hjartað sem Drottinn verður, já, hann er náttúrulega alltaf stoltur af því. Hann verður kannski ennþá stoltari af því þegar hann sér að það er að
byggjast og þarf að safna í sér næringu sem er rétt næring til uppbyggingar einstaklingum. Það er það sem Drottinn vill. Þannig að við erum með þetta allt í hendi. Hvað við viljum er bara mitt val. Ég nenni því ekki núna, þá bara nenni því ekki núna. Máli dautt. En að því ég nefndi því ekki núna, þá verði ég nú að viðurkenna það að ég misti af pílunlitlu. En það er eitthvað sem ég ætti ekki að vilja missa af einu sinni pílunlitlu. Þegar Guð er annars vegar. Af hverju? Drottinn gefur bita. Og nokkri bitar búa til stærri flöt. Hversu stór verður hann? Ég veit það ekki. En stærri því betra, því þetta er allt viska frá Guði. Sem trúar hjartað þitt svolgrar í sig. Og Drottinn horfir á og hann verður stoltari af trúðinni. Því hún er alltaf að vaksa. Af hverju? Þú vilt að hún vaksi. Og meira, þú skilur að þú þarft að gera ýmislegt sjálfur og sjálf til að afverði. Drottinn hefur aldrei verið með heimsendingar þjónustu. En ég elska heimsendingar þjónustu í dag og nota hann mikið. Ég verð að gera ýmislegt þegar ég kemur að lifandi Guði. Það get ég sagt þér, alveg eins og þú. Þannig það er engin afsláttur gefið neitt þar. Og af hverju? Þetta er Guð. Þannig við höfum leiðirnar. Því við höfum þekkinguna. Og þekkingin á að byggja upp hvað? Númer 1, 2, 3, trúar hjartað. Og Drottinn sér fallegri mynd þar. Að fyrst og fremst vextinum í Jesú nafni. Hann biður ekki neitt annað, nema Jesú nafn. Hann er Jesú nafn. Jesús er frelsari heimsins. Hann heitir ekki líka eitthvað annað. Hann er einn. Og þetta vita allir sem skilja út á hvað trú gengur. Og þeir, eins og Guð, draga hring utanum Jesús. Hann er númer 1. Eins og eitt sagði við mig, mér áhugavert, allt í einu laugst það upp fyrir mér að Guðinn minn heitir Jesús. Nákvæmlega. Hann heitir Jesús. Jesús er frelsari. Það kemur enginn inn fyrir dyr himnaríkis nema fyrir þetta nafn Jesús. Guðinn minn heitir Jesús. Mér finnst þetta mjög áhugavert en hann sagði þetta þessi vinur minn við mig. Ég hef ekki hitt hann í mörg ár og ég veit ekki hvað hann er í dag. En kannski á hann ennþá Guð sem heitir Jesús. Ég bið fyrir því. En ef Guð vill þá leiðir hann okkur bara saman og þá spyr ég hann að því hvort hann þekki Jesú ennþá. En ég ef hann kemur þá sé það nú vegna þess að hann þekkir Jesús. Þannig ég held ég þurfi ekki að spyrja hann það. Við erum að þessu, kæru vinir, til þess að við munum nafnið, lærum og reynum og byggjum góðan grunn undir það sem við erum að fara að gera, hvað sem það er. Allt þarf að vera á góðum grunni. Og sem við gerum, öflugum okkar þekkingar til þess að við gerum það sem að mistókst hjá öðrum, þannig að mistækist ekki líka hjá okkur. Nei ekki? Til þess er reynslan. Þess vegna má reynslan aldrei þegja. Ekki heldur trúarreynslan þín í Jesú nafni. Því hún bætir miklu fleiri menn og konur sem heyra en þig grunar. En það skiptir ekki máli hvað þig grunar. Það skiptir þig máli að hlýða Guði og vita að þegar þú hlýðir Guði skal vera góð reynsla af fyrir mann og konu. Þannig hjálpustu að við verkið.
Það er svona sem Drottinn vinnur. Með þessum hætti sogar hann að sér fólk. Því að maður og kona eru hlaðin vandamálum. Og sumum sem við vita ekkert hvernig þau eiga að leysa eða hvort muni leysast. Guð gefur von. Og þú átt að vera manneskjan sem að framber þessa von. Og því að það er til von. Þetta er ekki allt búið. Fréttirnar eru uppteknar við það að segja þetta sé við að vera búið. En það er ekki þannig. Það kemur nýr himinn og ný jörð. Og þetta gamla kerfi fyrirkomula fer í rúst og verður ekki notað framar. Og ég segi núna, farið hefur fé betra. Það er ekki eftirsóknarvert að vera haldið þetta drasl með alla sína hrunasögu í gegnum aldirna. Það er ekki eftirsóknarvert. Þess vegna tala ég Jesú. Þess vegna boða ég Jesús. Þess vegna vil ég kynna Jesú. En það er komið tími. Við erum klukkukallar hér. Og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.